Kirkjan í Grímsey brann á dögunum og það mikill menningarskaði fyrir íslenska þjóð. Kirkjur hafa verið að brenna á Íslandi gegnum aldirnar og ekki síst á Möðruvöllum í Hörgársveit í Eyjafirði. Það einn atburður sem ég mig í huga eftir brunann í Grímsey. En það var hér á Möðruvöllum 1865. Þá brann hér kirkja einu sinni sem oftar. En það vildi svo til að þá var staddur hér maður Arngrímur Gíslason að nafni sem síðar varð frægur málari. Það kannski lítið svo sem til þann bruna, en það ein mynd sem Arngrímur Gíslason teiknaði vegna þess að hann var hér á ferðinni þegar bruni varð og rissar upp mynd í framhaldi af því. Og það sem merkilegt við þessa mynd í rauninni það að hann fer inn norðurgluggann og þegar komin eldur í kirkjuna og teiknar fólk í kring og það eru tveir menn sem hjálpa honum inn og þetta líklega hann sjálfur. Vegna þess að þá fór hann hérna upp að altarinu og skar listaverkið, málverkið sem var hér, úr rammanum og bjargaði því. Og þetta var mynd sem hann fékk að halda, það svo sem ýmis álitamáli í kringu það, en hann málaði svo þessa mynd 3 sinnum, gerði þrjár kópíur af þessari mynd sem eru hérna í kirkjunum á Norðausturlandi. Og þar á meðal fór ein tafla eftir hann út í Grímsey. Já, það fyrsta málverki sem hann gerir, fyrsta altaristaflan. Hann var búinn að mála dálítið áður, en í rauninni þetta atvik hér, við brunar hér á Möðruvöllum, var til þess að hann fór að mála altaristöflur. Og það einn fyrsta myndi sem hann mála, það sú mynd sem hann málaði var altaristöflan, það var svona kópí af Leonardo da Vinci og líklega það lítil kóparstunga sem hann hefur, hann safnaði sér myndum, svona trúalegum myndum meðal annars og hann hefur gert þá þessa mynd, málað þessa mynd. Það reyndar spurning hvort hann hafi haft fyrirmyndina af altaristöflunni á Skinnastað í Öxarfirði. Það sama mótífið. En þetta málverk, fyrsta altaristöfla, hún fór í brunann í Grímsey. Og það minnir okkur á í raun og segir okkur að menningar verðmæti okkar Íslendinga mikið í þessum gömlu kirkjum og auðvitað viljum við hafa það á sínum stað, en það þýðir það að það þarf að huga vel að þessum menningarverðmætum og það var formaður í Grímsey, hann sagði frá því að hvað kirkjan hafði mikla þýðingu og í rauninni þessi mikli missir fyrir sóknina og fólkið í Grímsey og hefur þá hvatt til söfnunar og heimafólk vill byggja upp kirkjuna sína og biskup hefur tekið undir það sjónarmið og ég vona að það verði til og það komin söfnun í gang sem ég vona verði til þess að hún verði byggð upp. En þetta listaverk, Arngríms Gíslasonar, það horfið. Þá ekki athyglisvert svona ljósu brunans í Grímsey að fyrsta íslenska fréttamyndin hans og Kristjáns Eldjárns sé af kirkjubruna? Þetta bók Kristjáns Eldjárns sem hann skrifar Arngrím málara og getur þar meðal annars altaristöfluna í Grímsey og þessa merkutöflu sem var hér. Og svo segir hann þá frá þessu að þetta sé, kallar þetta fyrstu fréttamyndina, fyrsta mynd sem íslensku listamaður gerir á samtíma viðburði. Og svona kannski aðeins dregur út í að þetta fyrsta fréttamyndin, en það við kannski vilja hafa ljósmynd sem smelt á stundin, en þarna hann í rauninni að túlka þetta og þetta hefur verið mikil harmur og sorg í þá daga að missa kirkjuna sína.